Jæja, komið sæl. Þá maður tekinn til við tapmennskaptur og ég er kominn á skák númer 8, sýnist mér. Já, ég byrjaði 2-3-68, ég stend í 2-3-88 núna, ég er búinn að tapa einni skák. Tapa einni skák og vinna 6, sýnist mér, já. Ég fór að hugsa hvort ég ætti kannski að fletta inn í þetta allt saman, einhverjar frekra æfingar, hvort ég ætti að vera lesa þrautir líka, kannski byrja á því að fara í Puzzle Rush, lesa einhverja þrautir til þess að kveikja aðeins hausnum. Að mjög góð þjálfun áður en maður sest að tafli að byrja á því að leysa nokkra þrautir til að koma hausnum í skákgírinn. Það er ekkert öðruvísi að vera í skák heldur en í líkamlegum íþróttum, maður þarf að reyna að hita sig upp einhvern veginn. En ég ætti kannski að byrja á því, að reyna að gera það á hverjum degi, leysa einhverja þrautir, bæta með aðeins í taktíkinni, plús það að vera síðan að fara yfir byrjanirnar og annað í þessu. En ok, skákdagsins hefst núna. Það er einhver bið eftir þessu. Kemur einhver og það er enskur leikur. Með G3. Ég ætla að reyna að tafla bara svona klassíst á móti þessu. Nokkuð klassíst bara. Ég er að bakka bara hér með riddara minn. Þegar tilefnið til, ég veit ekki alveg hvort ég er að gera það strax eða hvort ég geti farið hingað fyrst, kannski bara. Það skiptir kannski öllu máli. Hann er ekki til þess að fara hingað, þannig að kannski engin ástæða til þess að vera að fara hér strax. Ég veit það ekki, hann ætlar allavega að fara hér. Mér finnst mjög gott að bregðast við því með að leika A5 sjálfur. En ég ætla bara að byrja að ráka hérna. Hann ætlar þangað, já. Ok, væntanlega er hann að tefla bara eitthvað svona. Ég ætla bara að fara hér. Já, ok, hann ætlar sem sagt þangað. Hann er ekki hræddur við að fara hér, en það græði ég ekkert á því að fer með drottninguna bara hingað. Sko, það er einhver spurning hvort ég eitthvað svona F6 leiki einhvern tímann. Ég get ekki gert það núna út af riddari E4. Ég get leikið bara biskup F8 og svo er B5 með riddari D4. Ég stundum gert það í svipum stöðum og ég ætla bara að gera það. Biskup B2. Hann breytti aðeins leikir en hann hrókaði ekki, kannski ruglaði mig smá aðeins með því sko. En nú er hann að hóta leika B5, já, kannski hef ég eitthvað látið hann plata mig aðeins. Þegar B5 þá myndi ég vandræði með þetta. Það verður kannski leika svona passíum leikana. En mér langar að reyna að leika A5 þegar ég get, og af hverju ekki bara gera það núna. Hugmyndin er að svara þessu með leika riddari A7 og pressa á þetta peð. Hann á alltaf drottning B3 í einhverjum stöðum sem myndi á E4, en ég þarf að gæta mér á því. Ef hann leikur A4 sjálfur til að valda peðið, þá fæ ég aðgang að B4 og maður getur sennilega leikið C6, tekið tilbaka með riddara, haft B4 og reynt að kannski pressa eitthvað drottningavængin í framtíðinni. Ég er með peðamlöðin á drottningavægnum, þannig að ég gæti kannski reynt að gera eitthvað þar. Sko, ef hann leikur drottning B4 núna, þá leik ég örugglega biskup E6 og hann leikur drottning C2 og ef ég tek núna á B5 þá leikur hann væntanlega drottning C4 og hótar það held ég bara E4, en ég ætla að byrja á þessum og þá hóta ég örugglega að taka hér. Ok, áhugavert, þannig að hann sækja bara miðborðinu í staðinn. Þetta er enda dálítið klókt hjá honum. Dálítið klókt, myndi ég halda. Þegar ég drepa með riddara, valdar allt. Ef ég tek á B5, sem ég ætla nú að gera, tekur hann á E5. Verð að viðurkenna, ég er ekkert alltof hamingjusamur með stöðuna í augnablikinu.
finnst hún ekki hafa lukkast neitt allt of vel. Finnst þið þurfa að gera eitthvað núna. Riddarinn minn er eitthvað klunalegur hérna. Ég ætla að leika hér. Ég er alltaf að bakka þá einhvers staðar. Ég veit eiginlega ekki hvað ég er að tefla upp á. Ég veit ekki alveg hvað planið mitt er. Satt að segja. Nú er ég alveg að missa tökin á síðan á kóngsvangnum. Sko, hann drepur á F6 núna, ég tek með P. Kóngsvangurinn er mjög veikur og ég hef ekkert áorkað neinu svona sérstöku held ég á drottningavægnum. Kannski hér, tækifæri. Hann er með alla sénsana á þetta er mjög þægilegt. Nú er hann að setja pressu á drottninguna mína hérna. Ég verð að gera eitthvað, sko, ég verð að leika rittar C4 eða ég verð eitthvað að töfra fram eitthvað að spila annan bara leikur F4 og kaffar mig á kóngsvagnum. Eða þangað já, ég ætla að drepa þetta. F-beðið mitt er mjög veikt. Ég ætla að prófa þetta bara. Sko hann getur drepið, ég tek það með biskup, þá fæ ég eitthvað smá spil á móti, ég leiði hann að taka þetta peð. Hann er mjög sniður og gerir það ekki. Hér. Má ekki taka hér með drottningu og tekur hann á F6 með skák og vinnur drottninguna mína. Sýndist mér. Hann er með pressu hér og ég þarf að passa mig á þessu. Hann er að húta þessu. Ég hef ekki átt að fara hér. Ég verði að hafa riddarinn á D5. Ég leikur drottning. Ég var vonið að ég geti tekið á F5 sko, ef hann leikur drottning B1 og var ég eitthvað biskup A2, drottning eitthvað tekið á F5 þá vinnur hann ekki drottningar mína. Hann er örugglega að leita að einhverju taktískri lausn til þess að bjarga þessu. Ég er með ömurlegan tíma en ég á eiginlega ekkert betur en að fara út í þetta bara. Hér. Það hangir saman enn sem komið er. Kannski það er hérna bara. Stoppa eitthvað upp í þetta. Biskupinn minn er svolítið rangstæður en ég vonast þess að geta nýtt hann biskup B3. Tekið AP kannski. Biskup H3, drottning G6, biskup E6, kóngur H8. Sleppur fyrir horn, sýnist mér. Þá hann getur farið í einhver uppskipti. Hann getur skáka á E6, kóngur H8, hann getur tekið á G6, ég tek með peði. Hann getur tekið riddarann, hann getur tekið á F6, þetta leysist einhvern veginn upp. Sú staða er hugsanlega bara jöfn. Eða hann getur bakkað með drottninguna og haldið pressunni. Hann tekur þarna, já. Það er 4 sniðið til hann kannski. Hvernig er þetta? Er þetta jafnt eða? Skák. Hrókur E7 mista á honum. Hrókur E6 kemur. Hann er vondur þessi. Er hann að trikka hann tekur á C6 og leikir rittar B4. Hann fer þangað. Er hann að máta mig kannski?
það ekki. Hrókur hér, hérna, skák, ég slepp út. Hvað er að gerast þetta? Á ég A2, þetta er búið, vinn ég þetta? Já, það hafðist. Baráttan sko. 2-3-96 niðurstaðan. Já, ég var ekki best að vinna þessa skák svona framan af. Ég einhvern veginn ekki nú ánægður með byrjunina. Þannig að kannski lærum við eitthvað nýtt á byrjuninni. Ég hef með svart og þá er C4, E5, D3. Ég hef prófað ýmislegt á móti enska leiknum í gegnum tíðina en ég hef svona með alltaf litist best á að tefla á svona klassískan hátt bara með D5. Sjáum að svartur að tefla eins og þess að tefla á móti síkilavörn, tefla undir og þá getur svartur ekki farið í einhverja sókn eins og hvítur getur oft gert á móti síkilavörn, heldur þar svartur að vera svolítið svona afslappaður og þess vegna tefli ég þetta mjög oft með riddari B6, biskup E7, stutt hrókun, hrókur E8, biskup F8, eitthvað slíkt. Flestir leika bara eitthvað riddari C3 og ég svara því með riddari B6. Svo kemur stutt hrókun, biskup E7, D3, stutt hrókun, A3, hrókur E8. En hann lék D3 fyrst sem er svo sem ekkert óeðlilegt og þá fannst mér eins og riddari B6 væri óþarfi, sem það er held ég. Þannig að ég leik biskup E7 og hann leik það A3. Þannig að hann er ekkert að setja neina pressa á riddarann minn á D5. Þannig að það er eins og sé engin ástæða til þess að leika riddari B6. Þannig að hér hrókaði ég stutt sem er algengusti leikur en ég get líka leikið A5, stoppa B4. Það er svo sem ekkert galið. En ég hrókaði, það er fínt. Og þá leika riddari B til D2. Og sem er bara annar staður fyrir riddarann, hann getur verið á D2, hann getur verið á C3. Hér leikir hrókur E8, ég get aftur leikið A5 til að stoppa hann. Það er kannski bara gott. Það er kannski bara gott að gera það. Sérstaklega hann er komið með riddarinn sem á D2, af því að oft er galli við að hafa peð á A5 ef riddarinn er á C3, af því að þá kemst riddarinn bæði á B5 og hann getur líka verið á A4 reyndar og hoppa á C5, en hann er svona óáreittur á B5 ef að peðið er komið hingað, það er ekki hægt að leika peðin tilbaka sjálfsög. Þannig að hér hefði A5 kannski verið gott. A5 og stoppa það sem hann er að gera á drottningaranum og reyna síðan að hefja einhverjar aðgerðir svona til dæmis eða eitthvað álíka. En ég lék hrókur E8 og þá nýtt hann tækifærið og lék B4 og þá er hann farin að hótaleika B5 ef svo má segja og taka kannski peðið mitt á E5 þó að þessi svo sem engin sérstök hótun eða hrókurinn hér á því ég á alltaf biskup F6 í einhverjum stöðum. Þetta hefur aldrei verið telt áður. Þannig að B4 er nýr leikur hjá honum. Ég sjá hvort að tölvan hefur eitthvað að segja. Skákareiknirinn sem ég notaði er Stockfish 11 sem er mjög öflugur og alveg miklu meira nóg í það sem ég ætla honum sem er bara svona að skanna helstu aðalatriðin, hvort að mér hafi verið að sjást yfir eitthvað sérstakt. Já, B4. Hér lék ég biskup F8 en hér er A5 ágætuleikur. Tölvan er að spá í með þess að riddari C3, drottning C2, riddari B5 og þar með D4. Ég var auðvitað með datta ekki í hug. Þannig ok, A5, B5, riddari D4. Það er enda þekkt hugmynd í þessum stöðum, ég átti svo sem alveg að vita það. Sem sagt, það sem hún er að segja í staðan fyrir biskup F8 eins og ég lék, að leika A5, sem er oft hugmyndin í þessu, því að ef að hvítur drepur, þá drepur bara svartur með hrók og er með svaka pressu á A3-peðið. Þannig að hvítur verður að halda þessu einhvern veginn lokuðu með B5, sem hann er kortið að tefla upp á, og taka peðið hér. En hér verðist það vera eitrað, eins og er oft hugmyndin í þessu, af því hér á svartu tvo vinningsleikir, annars er biskup F6, sem opnar allt hérna og hér, og þvílíkar hótanir, eða þá náttúrulega bara hér, sem er náttúrulega glæsilega vinningsleikur.
Ég hugsaði bara ekki nógu langt, ég pældi ekki í þessu. Hérna fellur drottningin, sem að hvítur ekki búin að hróka, hann hefur einhvern veginn ekki pláss fyrir drottninguna. Og drottningin er af hér. Þannig að hér hefði hann væntanlega þurft að leika riddari draupi D4 af því ég er að hóta B5-peðinu. Ef hann leikur biskup B2 þá getur við bara tekið á B5 og ef hann tekur á E5 þá kannski fæ ég A3-peðið. En hann getur tekið hér, biskup B2, en ég er alveg mjög ánægður með þessa stöðu. Vegna þess að ég á ýmsa leiki, ég get leikið biskup G4, pressa á E2-peðið, ég get auðvitað leikið bara einhverju svona eins og biskup F6 og biskup C5 og valda peðið mitt. Ég geti jafnvel leikið riddar C3 og þvingað hann til að gefa biskupaparið. Eða ég get leikið A4, það er eitt leikur sem tölvan að leika. A4, já. Hvað gerist það eftir biskup draupi D4? Riddari F4, vá. Tölvan segir að svartu standi mun betur. Drottning draupi D4 og ég vinn örugglega F4 og með biskupaparið í opinni stöðu. Ok, þannig að ég mátti vera aðeins grimmari með A5 í þessari stöðu. Ég ætla að muna það næst. En ég lék biskup F8. Þá kom biskup B2, þá er ekki lengur nefna taktík með riddari C3 eins og ég átti. Nú leik ég F6. Aftur hefði ég getað leikið A5 með svona svipaðri hugmynd. Reyndar. A5, B5, riddari A7 er þess að. Kannski þetta of rólegt hjá mér. A5 núna loksins, en það er kannski fullsett. Þegar nú fara svolítið mikla viðspyrnu á miðborðinu. Hann leik drottning C2. Þá fannst mér ekki vera rétt að taka hér og ég hugsaði drottning C4, C6, E4, riddari hér, eitthvað hér og ég sá ekki getið berga manninum. Þetta er tölvan meira enda sem aðeins betra hvítt en ekkert meira en það. Hún vill leika biskup E6 og leyfa hvítum að taka á D5 og taka með peði og sástu með eitthvað bæti fyrir. En ég held ég myndi aldrei tefla þannig. Þannig ég leik eðlilegri leik sem biskup E6. Þá leik hann mjög góðan leik, hann með D4. Það er langbesti leikurinn í stöðunni. Með hugmyndinni að ef ég tek hér, þá tekur hann með riddara valdapeðið sem ég er að hóta. Þannig að ég ákvað að taka hér, hann tók hér. Ég leik C6, þess að ég þurfti ekki að valda þessa riddara og ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera heldur. Þannig ég gera bara þetta til að gera eitthvað. Þetta er ekki góð staða fyrir mig, rót að segja það. Vegna þess að hann fær eins og segja mjög mikla svona viðspyrnu á miðborðinu, íti köttunum mínum tilbaka. Kóngsvængurinn minn er í rúst. Hér og hér. Og riddari D4. Og hann er, svo tölvan segir, nánast unnið tafla hvítan, þetta er +2, þó hann sé ekki innleið yfir. Af því að kóngsstaðina hans er mjög traust og kóngsstaðin mín er mjög léleg og hann er bara, planið hans er bara auðvelt, bara eitthvað svona hér og flytja kallarna bara yfir á kóngsvænginn og búa til einhverja sóknir og leiðum. En ég barðist áfram, drottning C8, riddari F5, tekið, riddari D5, ég er alltaf að leika eina leiknum, virðist vera, biskup E7 einu leikurinn, hrókur E1, hér leik ég riddari B4 og fattaði strax að það var ömurlegur leikur af því ég verði að valda F6-reitin, en svo fann ég allt í einu þessa hugmynd að leika biskup A2 og reka drottninguna hans í burtu. En hérna missir hann náttúrulega af besta leikum. Hann leik drottning C1, það er ekki besti leikurinn, það er ágætur leikur. Drottning A1 var miklu betri leikur. Og þá getur hann náttúrulega, ef ég tek á F5, þá getur hann tekið á F6 í staðinn. Til dæmis með biskup. Það má ekki taka tilbaka og tekur hann með riddara og vinnur hrókjöfuna E8. Sú stað er ekki góð fyrir svartan, óvægt að segja það. Drottning C1, ég tók á F5, þá leik hann drottning H6. Og ég bakkaði til að valda F6-beðið og hann leik biskup H3, drottning G6, ég varði einhvern veginn að þvinga fram uppskipti, mögulega get og hér skákaði hann. Hann hugsaði þessi lengi hérna, það var eiginlega alveg að falla tíma þegar hann drap drottningunum minn á G6. Hann hefði betur átt að leika drottning H6 sem er þetta mjög áhugaverður leikur, lítur ekki vel út í fyrstu sín af því að það er onni biskupin sem er hér, en ég má aldrei leika F5 af því að peðið mitt er leppur og hann er með tvo mjög sterkar biskupa sem að loka kóngjöfin inni og sú staða er eiginlega bara mjög erfið fyrir mig af því að hann er að hóta eiginlega öllu illa. Hann er með alla kallarna sinni í sókn. Garri Kasparov sagði að það var einföld stærðfræði að vera í sókn, maður þyrfti bara að vera með fleiri menn í sókn heldur en andstæðingunni með í vörn og það er hvítur svo sannarlega með hér. Hann getur til dæmis bara
hóta að taka hér og hoppa með riddarann eitthvað hérna og hér og eitthvað alls konar hótanir í gangi, virðist vera. Þannig að já, hann hefði átt að gera það, en hann drap hér og þá ég allt í einu komin inn í þetta aftur. Nú tók hann hér og reyna að vera eitthvað sniður en lukkaðist ekkert ofavel að þetta létti bara stöðunum minni. Hér staðan orðin jöfn og hér lék ég bara kóngur G7 sem er mjög góða leikur, hann leik hrókur B1, hóta BSP-inu mínu, ég get drapa í einum, það er best, ég leik B5, sá leikur fara ekki að háa einhvern, ég ætti að leika hrókur E8 og anda ég var svona á E-línunni af því það er einn spilaðans eftir E-línunni. Hérna hefði ég getað þráleikið með að leika hrókur E8, hrókur B1, hrókur B8 tilbaka, hrókur E1 og svo framvegis í jafntefli. Eða þá að hann drepur E8 og ég dref með riddara og ég hlýt að vera með fína sénsa í því endatefli þó að séu peð á sikkurum vængnum. Ef það eru peð á sikkurum vængnum í endateflinu þá er biskupinn aðeins betri riddarinn. En ég held ég fljótari að búa til eitthvað með að leika B5 og búa til 2 samstæða frípeð og meðan hann er lengur að búa til frípeð á kóngsvagnum að því ég er með 1 peð til þess að hægja aðeins á peðunum hans. Kannski þetta er lærdómsríkt. En ég var bara aðeins að gistast að hérna og hann er með betra tafl hérna af því að ég mista þessum. Ég leik riddari D5 sem er best. Ég átti von á að hann myndi taka á B5 núna sem hann gerði ekki. Hann leik biskup B1 sem er góða leikur hjá honum. En af hverju er þetta ekki gott? Já, það er þennan. Og ég er komin inn í þetta aftur. Jafnvel með betra því ég tek þá hérna með peð. Ég hóta biskupnum fyrir eitthvað. Ég tek með peðið með 2 samstæð. En ef hann tekur hér, er það ekki betra þá? Jú, hann gæti gert þetta. Hann er með betra andtafli hérna. Mér fannst þetta eins og ég getur verið mjög fljótur á stað með peðin. Hérna getur hann þetta leikir hrókur B8. Reynt að taka hér. Þetta er verra endatefli á mig en þetta er samt örugglega svona holdable eins og þið segja. Ég ætti að geta haldið þessu alltaf. Já, getur að tapa. En hann ákvað að reyna einhverja press á kóngsvagnum og nú ákvað ég bara að taka hér. Það er röng ákvörðun, segir tölvan, vegna þess og þetta er náttúrulega erfitt að mér alveg að falla tíma þannig að kannski ekki alveg að marka en praktíska ákvörðun hjá mér að fara út í flækjurnar þegar hann báði svona tæpar á tíma. Hann tók hér, hann gæti alltaf tekið hérna fyrst. Við sjáum að það er ekkert mjög spennandi fyrir mig að fara með kónginn hér þó ég geti það alveg af því að biskupinn er hér, hann er enga bannvæna fráskákir en ég hefði kannski farið hér mjög líklega og þá hann geta tekið hérna og þá getur hann svarað riddari B4 með að leika hrókur C3 og stoppa peðið mín og vinnur vegna þess að hann er með 3 semsta frípeð á kóngsvagnum sem ég ræði ekkert við. En hann lék í staðinn hrókur C6, þá lék ég A3, þá getur hann þetta farið út í þetta á svipaðan hátt en hérna fór hann bara með hrókið svona vitlausan raut. Hann á að leika hrókur E6. Ekkert auðvitað að sjá eitthvað svona leik, þessi eini leikurinn, þá er hugmyndin hér, hrókur E2, hrókur C8, tölvan er að dæmi þetta aðeins mér í hag núna, aðeins meira mér í hag. Virðist bara að vera jafnt, bjarga mér svona í mesta flækjunum, en hann fór með hrókið svona C6 sem er ekki gott og það er riddari B4 og það er með tvöfalda hótun, það er að taka hrókin og leika A2. Og hér hefur hann ekki átt þess á því og ég áttaði mig ekki á því heldur ég verið viðurkenna það. Hann getur leikið hrókur C1 og svarað A2 með biskup E4 og valdar þá A1 réttin en ég er með rosalegt mótspil hérna af því að þetta peð ekki að fara neitt sko. Ég segja til dæmis að ég geti þess vegna leikið bara hrókur C8 og hann má ekki taka hrókina því ég fæ með drottningu. Þannig að ég er með alveg góða praktíska sensa, sérstaklega í hérna tímaraki. En hann lék sem sagt hrókur C5 skák, kóngur H6 og hérna fjallan á tíma gat ennþá leikið hrókur C1 og haldið þessu gangandi þó ég sé með betra tafl samkvæmt tölvunni. Þannig að þarna vann ég eiginlega bara á baráttunni að halda með inn í skákinni og ég lærði ýmislegt byrjunin og alltaf þessa taflmennsku ensækuleiknum. Það leikur D3 A3 snemma, bara A5 og leyfa honum að leika B5, það er lærdómurinn í þessari skák, svona fyrst og fremst. Mjög gott, ennett sigur og þetta er á uppleið. Sjáumst í næsta skák og takk fyrir samfylgdina.